Sólveig Anna Bóasdóttir næst á mælendaskrá. Hún prófessor í guðfræðilegri siðfræði. Erindi hennar heitir Ef fjölmiðlar hafa samband, hugleiðingar siðfræði, mannskilning og andóf. Gjörðu svo vel. Já, takk kærlega fyrir það. Ég ætla að leggja út af þessum bæklingi sem endurútgefin, það ekki? Ég studdist við hann eins og hann var á netinu, ég með svona beina tilvitnanir, það kemur bara í ljós, en ég ætla að halda mig við hann. Bæklingurinn Ef fjölmiðlar hafa samband ítarlegt rit, en innihaldi hans má skipta efnislega í tvennt, að mínu mati. Það annars vegar upplýsingar eðli og vinnulag fjölmiðla eða fjölmiðla fólks og svo hins vegar leiðbeiningar til brotaþola eða aðstandanda kosti þess og galla að tjá sig við fjölmiðla reynslu sína. Upplýsingarnar eru settar fram svona sem ákveðin staðreindaþekking, allavega túlkun á staðreindum eins og þær eru skildar á vinnulagi fjölmiðla. En það sem sagt síðara atriði sem ég ætla að skoða, það siðfræðin í bæklingnum. En eins og kemur fram á blaðsíðu 4 tilgang bæklingsins eru leiðbeiningarnar ætlaðar til að hjálpa fólki að taka ákvörðun hvort að ætlar að tala við fjölmiðla og ef svo að hjálpa því þá að undirbúa sig fyrir slík samskipti. Hugtakið brotaþoli sem notað í þessum leiðbeiningum í þessum texta þýðing á enska hugtakinu crime victim eða survivor og vísar auðvitað til mjög ólíkra einstaklinga sem eiga það eitt sameiginlegt að hafa orðið fyrir áfalli. Og þetta held ég sé mikilvægt að hafa í huga og reyna að forðast að steypa öllum brotaþolum í eitt og sama mótið. Í bæklingnum brotaþoli alltaf eða oftast, mér sýndist að vera næstum því alltaf, ávarpaður beint. Þú hefur lítil tækifæri til, það mikilvægt að þú, mundu að þú, og svo framvegis og svo framvegis. Þetta tel ég gert til að skapa persónlega nánd og auðvelda einstaklingnum að taka boðskapinn til sín. Ég ætla að fara í gegnum bæklinginn í nokkrum stórum skrefum og flétta hugleiðingar þær siðfræðilegu hugsjónir og lögmál sem ég álít að liggja í bæklingnum til grundvallar saman við dæmi úr bæklingnum og enda svo bara á örstuttri hugleiðingu. Ég nota hugtakið mannskilningur yfir það þegar ég leitast við að draga upp mynd af manneskjunni sem birtist í textanum og mun sem sagt styðjast fyrst og fremst við siðfræðilegt tungutak þar. Mannskilningur bæklingsins í senn klassískur, myndi ég segja, og ákaflega vestrænn. Maðurinn vera sem fær að meta eigin athafnir. Hann fær að finna lífi sínu þann farveg sem hann telur mikilvægan og í vestrænni hefð því gjarnan haldið á loft að hver manneskja sé einstök og jafnframt að allar manneskjur eigi hina einstöku mannlegu eiginleika sameiginlega. Í kristinni hefð þetta orðað svo að maðurinn sé skapaður í Guðs mynd eða eftir Guðs mynd. Og önnur hlið á þeirri mynd mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna sem tjáir sama skilning í fyrstu greininni. Allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum. Allir eru gæddir skynsemi og samvisku og ber að breyta bróðurlega hverjum við annan. Og í samræmi við fyrstu grein mannréttindasáttmálans hefur manneskjan sem hvers mynd birtist í þessum bæklingi rétt á að vera hún sjálf og taka eigin ákvarðanir. Hún höfundur eða gerandi í eigin lífi og ekki stjórnlaust rekhald sem flýtur fyrir tilstilli utanaðkomandi afla. Getum skoðað nokkuð dæmi þetta úr bæklingnum.
Og þarna hef ég tekið nokkur. Mundu að þú þarft ekki að tala við fjölmiðla. Taktu ákvörðun hvort þú vilt veita viðtal og ef þú ákveður þá og svo framvegis. Hérna er bein ræða og mjög sterklega undirstrikað þessi geta og hæfni manneskjunnar. Nú í öllum dæmum og fleirum sem eru þarna bergmálar sá skilningur að maðurinn sé sjálfsvera með frelsi, sjálfræði og dómgreind til að leggja skynsamlegt mat á hlutina og eigin athafnir. Áföll svipta mannin ekki þessum eiginleikum. Að vera brotaþoli eða fórnarlamb dæmir ekki manneskjuna úr leik í hinu siðferðilega samhengi. Þó hún þurfi að þola áföll og ofbeldi er hún áfram gerandi í merkingunni að hún hefur vald, frelsi og dómgreind yfir sínum eigin málum. Nú frelsisskilningur John Stuart Mill hljómar hér sem ákveðin baksviðs músík. Mikilvægast er að hver og einn maður taki sjálfur allar eða flestar mikilvægustu ákvarðanir í lífinu. Og Mill skrifar þetta í frelsinu eigin málefni sín á hver einstakur að vera æðsti dómari, aðrir menn geta beðnir sem óbeðnir, ráðlagt honum til að hvessa dómgreind hans og hvatt hann til að styrkja vilja hans, en hans er að dæma. Nú það hafa auðvitað margir fleiri komið að því að móta þennan sem ég kalla klassíska skilning á manninum í vestrænu samhengi, ekki bara John Stuart Mill. Þar má auðvitað líka nefna Immanuel Kant, en hann orðar lögmálið þannig: komdu aldrei þannig fram við nokkra mannesku, sjálfan þig eða aðra, að þú notfærir þér hana einverðungu í einhverju skyni, heldur ber þér að virða persóna sem takmarki sjálfum sér. Þetta er nú þekkt svona sem mannhelgi lögmálið í okkar vestræna samhengi. Leiðbeiningar Bæklingsins ganga þannig út á að byggja ákveðin varnarmúr manneskjuna, forða henni frá siðferðilegum skaða. Ekki láta aðra ráðskast með þig, láttu fjölmiðla ekki misnota aðstöðu sína til að ná fram eigin markmiðum. Þú ert frjáls, þú ert hæf eða hæfur til að dæma í þínum málum, þú hefur dómgreind og sjálfræði. Og dæmi þetta eru í kaflanum Þú skalt krefjast virðingar sem er á blaðsíðu 11 og þar kemur þetta fram: stattu með sjálfum þér, ekki láta blaðamann koma illa fram við þig, farðu fram á og svo framvegis. En spyrja má, hvað er innifalið í þessu tali virðingu? Og ég túlka það svo að það sé fyrst og fremst áherslan á sjálfræðið og frelsið. Að fara fram á virðingu felur í sér, getur maður sagt, afskiptaleysi. Í þeirri merkingu að leitast er við að halda ákveðinni fjarlægð gagnvart fólki, ekki ruðst yfir mörk, ekki verið með yfirgang eða ráðin tekin af fólki, og íslenskan á mörg orðtök til að lýsa þessu fyrirbæri sem kalla má taumhaldskröfu. Og dæmi þetta í baklingnum, þar sem þetta er undirstrikað, er á blaðsíðu 12, tók ég bara nokkrar setningar til dæmis. Þú getur neitað, þú getur lokið, þú getur neitað að koma fram í mynd. Það er sem sagt alltaf þetta að ýta frá. Í dæmanum er sem sagt farið fram á að fjölmiðlar hafi á sér taumhald, gangi ekki á nærri, en jafnframt er þarna önnur krafa undirliggjandi sem er krafan umhyggju og velferð. Vissulega er þetta náskilt en þó má gera vissan greinarmun. Við sáum í 1. grein mannréttinda yfirlýsingarinnar kærleikskröfu koma fram í síðari hluta greinarinnar, þar sem að farið fram á allir breyti bróðurlega hver við annan, og innifalið í því er að slík framkoma stuðli að velferð. Þannig að þegar að mannesku er ráðlagt eitthvað, lagt að henni að aðhafast á einhvern ákveðin hátt, þá er það auðvitað gert í þeim tilgangi að einmitt slíkar athafnir efli velferð hennar. Og þetta er að sjálfsögðu augljóst markmið Bæklingsins, að auka og efla velferð
einstaklinga sem eru í erfiðum og viðkvæmum aðstæðum eins og við erum að tala um. Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki, hann skrifar í bók sinni Siðfræði lífs og dauða að saman myndi 3 þættir siðferðilega hagsmuni persónunnar. Það í fyrsta lagi að virða sjálfræði hennar og dómgreind og þar þessi krafa fjarlægð. Að bera umhyggju fyrir velferð hennar aftur á móti getum að sagt krafa nálægð og að koma fram við hana af réttlæti sem að getur og felur í mörgum tilvikum í sér kröfu óhlutdrægni, þar að segja að koma eins fram við alla, gera ekki mun. Vilhjálmur segir að þó að hver og einn þessara þátta séu sjálfsagðir frá siðferðilegu sjónarmiði þá geti auðvitað myndast togstreita á milli þeirra í vissum kringumstæðum. Og það sýnist mér einmitt þessi spenna eða togstreita sem að bæklingurinn stígur inn í. Það eru hagsmunir fjölmiðla annars vegar og svo það sem ég kalla siðferðilegir hagsmunir manneskjunnar hins vegar. Og bæklingurinn og hans markmið eins og ég áður sagði að standa vörð velferð manneskjunnar, persónunnar og reyna að varna siðferðilegum skaða. En þetta nú líklega verið gott bæklinginn og leiðbeiningar hans og mat mitt á honum að hann sé prýðilegt verkfæri sem að getur vonandi gagnast einstaklingum í viðkvæmri stöðu, orða ég það bara svona almennt og við erum búin að vera að taka mörg dæmi það og að mér finnst bæklingurinn góður, það byggist á mannskilningi hans sem að ég tek undir. Hér vissulega hugsjón manneskjuna, frekar heldur en lýsing á raunverulegu lífi hennar, en hugsjónin að manneskjan sé gerandi í eigin lífi, hún hafi sjálfræði og þannig að nálgast manneskjuna alltaf út frá því fyrsta boðorð hér í þessum bæklingi. Þannig að það mjög mikilvægt að undirstrika það og þetta finnst mér vera aðall þessa bæklings. Manneskjan frjáls og hefur burði til að taka ákvörðun þá hluti sem að henni snúa. Enginn má beita mannesku þrýstingi til að í þessu tilviki koma og segja sögu sína opinberlega, skila skömminni eða hvað sem að við köllum það. Krafa virðingu fyrir viðmælanda eða brotaþola fyrst og fremst krafa fjarlægð, krafa taumhald, að mannhelgi sé virt í þeirri merkingu og ekki sé farið yfir mörk. Þannig að vernd sjálfræðis hér kallar á griðland og jafnframt það ljóst eins og ég hef sagt að þeim sem að standa að þessum bæklingi gengur gott til, þeim umhugað velferð þolenda. Og ég ætla að enda þetta á að prjóna aðeins við þetta síðasta. Hér hefur nú heilmikið verið talað þetta fyrirbæri að segja sögu sína opinberlega og kosti og galla á því og sýnist það sjálfsagt sitt hverjum og það hægt að skoða það frá ýmsum vinklum og eitt af því sem að einmitt hefur komið upp að það sé nokkurs konar andóf í óréttlátu samfélagi og þannig hafa margir orðið til að kannski að hvetja hreinlega fólk eða hvetja ekki ákveðna einstaklinga heldur bara almennt að hvetja eða lofa þá sem að hafa gert stigið fram og sagt sögu sína fyrir hugrekki. Nauðsynlegt sé að andæfa feðraveldinu og lyfta hulunni og aflétta þöggun og allt þetta sem við höfum verið að tala og ég ætla sem sagt að bara spyrja hvenær brotaþolar í þeirri stöðu að þetta sé öruggt og örugg aðgerð fyrir þá. Þetta það sem að fyrri framsögumaður var einmitt inni á. Ég veit það ekki nákvæmlega sjálf en ég held að það sé mjög svona viðkvæmur punktur og ég ætla að enda á því að minnast á eitt atriði sem að Marie Fortune sem að Guðrún Ebba minntist hérna á í upphafserindinu sagði þetta að segja sögu sína og það sem að hún lagði áherslu á þar var að
mjög oft hefði fólk þörf til að segja sögu sína og það einmitt í upphafi þegar það væri að segja frá. En það væri ekki það sama og að fara í opinbert ljós. Heldur það mikilvægasta væri að sagan væri tekin gild og þolendanum sýnd samúð og að þetta fari fram á öruggum stað. Og það var það mikilvægast af öllu sem hún lagði mest upp úr. Að þolendur sem á því þurfa að halda og vilja fá að létta á hjarta sínu frammi fyrir góðum hlustenda, þeir þurfa að gera það á öruggum stað. Og hvað þá öruggur staður? Það ekki bara landfræðilegur staður, heldur það staður þar sem að þér trúað og þar sem hlustað á þig. Og þetta þetta ætla ég sem sagt bara að skilja eftir hér og endurtaka að ég held að þessi bæklingur sé góður og vonast til þess að hann í gegnum víðtæka dreifingu geti mögulega hjálpað og jafnvel komið í veg fyrir skaða. Takk fyrir.